Af 180 starfsmönnum járnblendiverksmiðjunnar eru 150 í verkalýðsfélögum með aðild að Verkamannasambandinu, Landssambandi Verslunarmanna, Rafiðnaðarsambandinu og Málm- og Skipasmíðasambandinu. Öll þessi sambönd eiga aðild að Alþýðusambandi Íslands. Af 80 starfsmönnum hraðfrystistöðvarinnar í Vestmannaeyjum eru 73 í Verkakvennafélaginu Snót og Verkalýðsfélagi Vestmannaeyja, en bæði félögin eru í Verkamannasambandinu. Þannig getum við haldið áfram að heimsækja flesta vinnustaði landsins og litið augum félaga í nær 200 verkalýðsfélögum með yfir 60.000 félagsmönnum. Alþýðusambandið eru því stærstu samtök launafólks á Íslandi. Konurnar í hraðfrystistöðinni vinna eftir bónuskerfi eins og víðast hvar í frystihúsum. Helga og vinkona hennar ná stundum þreföldum meðalafköstum og komast þannig í allt góðar tekjur. En hvernig sem tekjurnar eru þá þurfa allir á verkalýðsfélögum að halda sem hafa samið réttindi og kjör sem félagsmennirnir njóta. Reyndar hefur stjórn Verkakvennafélagsins Snótar áhyggjur af fleiru bónus. Á stjórnarfundi verið að ræða gámaútflutning á ferskum fiski sem minnkar vinnuna hjá frystihúsunum. Formaður Snótar, Jóhanna Friðriksdóttir, hefur orðið. Þeir skulu taka þátt í þessu líka og flytja út kannski svo mikið í gámum. Svo vissi að ég er gaman að heyra svona áliti ykkar á þessu máli sem að... Ef fiskvinnan dettur niður þá flytja fólk í burtu. Já, í burtu. Það engin annar vinna. Nei. Það var nú sagt líka opinberlega að fólk, að Íslendingar séu svo vanir því að flytja úr einu byggðarlagi í annað að það sé ekkert vandamál, sko. Það er þess ekki það sem þeir eru að hugsa um. Svo getur maður allt húsið bara hérna fyrir þessu sumarbústað. Menn maður fara ekkert verð fyrir það ef það verður engin atvinna hérna. Þeir tala ekkert markaði núna þegar það eru þeir sem að standa fyrir þessu en... Mál sem eiga rætur í umræðum hjá verkalýðsfélögunum enda gjarnan sem krafa breytingu í samningum Alþýðusambandsins við atvinnurekendur. Þetta er fyrsti fundur samninganefnda Alþýðusambandsins, Vinnuveitindasambandsins og Vinnumálasambands samvinnufélagana eftir að samningar voru lausir haustið 1985. Þó Alþýðusambandið móti heildarstefnuna í samningamálum hafa félögin sjálf samningsréttin. Þau geta því samið við atvinnurekendur án milligöngu Alþýðusambandsins. Síðustu árin hefur Alþýðusambandinu þó oftast verið falin gerð rammasamnings þau atriði sem snerta félögin öll. En landssamböndin gera sérsamninga málefni sem snerta einstakar atvinnugreinar og verkalýðsfélög gera sérsamninga á sínu félagssvæði, til dæmis vegna stórframkvæmda eða verksmiðjureksturs. En hvernig sem að samningum staðið ákvörðun samþykkt eða synjun ávallt hjá félögunum sjálfum. Formaður samninganefndar Ásmundur Stefánsson, forseti Alþýðusambandsins. Núgildandi launakerfi slitin slíkt. Samhliða rýrnandi kaupmætti taxtakaups hefur launaskrið magnast, yfirborganir í sumum greinum svo miklar að hlegið að skráðum töxtum sem á bilinu 17.000–29.000 á mánuði. Afleiðingar launaskriðs birtast í stórauknum ójöfnuði meðal launamanna. Almennt hallar á fólk í framleiðslustörfum, konur fremur en karla, fólk úti land fremur en þá sem á höfuðborgarsvæðinu búa. Starf Alþýðusambandsins að kjaramálum ekki takmarkað við samningagerðina eina, þó hún sé mest í sviðsljósinu. Starfið einnig fólki í því að verja þau réttindi sem samið hefur verið Dagleg vinna á skrifstofunni snýst að miklu leyti það. En Alþýðusambandið líka þjónustustofnun fyrir félögin. Hér sjáum við Baldur Magnússon í tölvudeildinni þar sem færðar eru félagsskrár verkalýðsfélaga, skrár greiðslur atvinnuleysisbóta og skipulagi komið á ýmis gögn samtakanna. Á vegum Alþýðusambandsins starfa hagræðingar að eftirliti með afkastahvetjandi launakerfum. Nú einmitt við að ganga frá bónussamningi hjá sjóklæðagerðinni. Bolli Thoroddsen, hagræðingur Alþýðusambandsins og Halldór Grönvold, starfsmaður Iðju, kynna starfsfólki samningin áður en hann borin upp. Þetta ekki svo hér? Já, þetta í praxis hér. Komið fyrir tafir sem eru lengri en 5 mínútur í senn af orsökum sem starfsmenn hafa ekki vald yfir, skulu þær skráðar sérstaklega, dregnar frá unnum tíma í ákvæðisvinnu og greitt fyrir þær á venjulegu kaupi eftir því ákvæða tíma unnið
Bónuskerfi byggist á því að fundinn meðaltími á hverju verki og bónusinn greiddur auk fastra launa í hlutfalli við aukin afköst. Slík launakerfi hafa bæði kosti og galla. Vissulega leiða þau til hærri launa en álagið getur verið skaðlegt, sérstaklega hjá þeim sem veikbyggðir eru. Á hverjum vinnustað kosinn trúnaðarmaður starfsfólks. Hann fulltrúi verkalýðsfélagsins á staðnum og til hans leitar starfsfólk telji það brotið á sér af atvinnurekanda. Trúnaðarmaður hér Hildur Kjartansdóttir. Í 2 ár á sama stað og þá þýðir ekki muninn að sér samninga veikindarétt, við erum bara með lögin sem að gilda. Lögfræðingur Alþýðusambandsins, Lára Vaff Júlíusdóttir, aðstoðar við gerð samninga og gefur félögunum og einstaklingum ráð. Hér Hermann Arnviðarsson, formaður Bakarasveinafélagsins, að leita ráða vegna þess að atvinnurekandi hefur neitað að greiða starfsmanni sínum laun í veikindaforfalli. Þessar afstöðu sinni. Hann færi sjálfsög ekki rök, hann segist bara eigi ekki að borga meira, þessi maður eigi ekki rétt á meira, skilja eða fá meira. Það bara að fara með þetta í innheimtu. Já. Ef að þú telur þig hafa gert allt sem að hægt að gera til að fá atvinnurekanda til að greiða þetta þessu stigi. Hins vegar getur verið samkomulag eitthvað annað. En flest mál leyst á vinnustað áður en til misklíðar kemur. Hér svarar Grétar Þorsteinsson, formaður Trésmíðafélags Reykjavíkur, spurningum starfsmanna byggðaverks túlkun kjarasamninga. Hvenær það gerist nákvæmlega, það byggist á því hvernig vinnutímanum háttað, hvenær menn byrjað mótni, hvernig haldið á matartíma og jafnvel hvernig haldið á kaffitíma. Þannig það ekki klukkan 6 eða klukkan 7 sem kvöldmatartíminn heldur að lokinni eftirvinnu hver dag. Þá það talið, það engin hægt að segja. Hagfræðingur Alþýðusambandsins, Björn Björnsson, fylgist með framvindu efnahags- og atvinnumála og gerir spár þróun verðlags og kaupmáttar. En þær upplýsingar nauðsynlegar við gerð kjarasamninga. Auk þess veitir hann félögunum ráðgjöf og tekur þátt í samningum. Þetta 7,64%. Það leggst hvað á annað. Allt í lagi. Og í lögunum frá 79 þá talað upp- og útskipunarvinnu líka. Við gerð heildarkjarasamninga vinna sérstakir starfshópar að ýmsum málum, til dæmis lífeyrissjóðum, húsnæðismálum og málefnum einstakra starfsgreina. Þessi vinnuhópur að ræða fastráðningarsamning fyrir fiskvinnslufólk, en það hefur búið við lítið atvinnuöryggi hingað til. Kauplíkingarsamning. Gamli, erum við ekki í rauninni... hann ekki dauður? Já, þurfum við ekki að kveða á það, sko, að hann sé farin. Hann sé farin, jú, ég held að... Já, bara að taka það alveg klárt inn. Það verður eiginlega að fá nýtt orð yfir. Já, það verður að fá orðið út. Þetta eiginlega, menn kalli þetta ýmist í dag, vera fastráðningu eða vera á kauplíkingu. Og fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir mismunum þetta á þessu í dag. Já, sko, það eina sem ég vil hafa á hreinu, ef við getum ákveðið að hafa það óbreytt, þá getum við líka þetta. Samningalotan getur staðið í langan tíma. Samninganefndin auk forseta og varaforseta Alþýðusambandsins skipuð mönnum úr miðstjórn og öllum landssamböndum. Með nefndum sem sjá sérstök mál og sérfræðingum taka 100 manna þátt í starfinu við samningagerðina. Þó fyrst og fremst sé samið við atvinnurekendur ljóst að ýmislegt í kjörum fólks ákvarðað á vettvangi hins opinbera. Á stefnu stjórnarinnar veltur raunverulegt gildi þeirra upphæða sem nefndar í samningum.
Oft reynir á vilja stjórnvalda til þess að greiða fyrir samkomulagi með félagslegum aðgerðum, til dæmis í húsnæðismálum og skattamálum. Samningar fyrir svo stór samtök eru flóknir og að mörgu þarf að hyggja. Það þarf að samræma kröfur hinna ýmsu verkalýðsfélaga og þegar samkomulagi hefur verið náð, þarf að binda svo hnútana að samkomulagi standi samningstíman. Þessa útreikninga og reynda átt ykkur á því hvort að ykkur sýntist að væri hægt að byggja upp ykkur dæmi sem að stæðust. Hvernig skildi þessum stóru samtökum sem semja kjör stærsta hóps vinnufæra manna í landinu vera stjórna? Þing Alþýðusambandsins hefur æðsta vald í málefnum þess. Verkalýðsfélögin kjósa 500 fulltrúa á þingið sem haldið fjórða hvert ár. Milli þinga fer sambandsstjórn með æðsta vald en miðstjórn skipuð 21 manni kosin á þinginu annast daglega stjórn sambandsins. Alþýðusambandið málsvari launafólks gagnvart hinu opinbera og tekur afstöðu til lagafrumvarpa og tekur þátt í mótun ýmissa stofnana. Vinnueftirlitið nýleg stofnun sem starfar samkvæmt lögum frá 1980. Það fylgist með öryggismálum og aðbúnaði á vinnustöðum. Hér Kári Kristjánsson, starfsmaður þess að ræða við starfsmenn byggðarverks öryggismál. Brúnir til dæmis, en sem vinna í súlónum hérna. Jafnvel þeir sem eru að stjórna einingunum þegar þeim stillt niður á sitt sæti, notið þið svona belti. Listasafn Alþýðusambandsins var stofnað 1961 með málverkagjöf Ragnars Jónssonar. Með því vildi hann vekja áhuga launafólks á myndlist. Listasafnið heldur reglulegar sýningar á verkum safnsins á vinnustöðum. Safnið stendur einnig á útgáfu listaverkabóka í samvinnu við útgáfuna Lögberg. Hér eru Þorsteinn Jónsson, forstöðumaður Listasafnsins og útgefandinn Sverrir Kristinsson að líta á árangurinn af prentun bókar Ásgrím Jónsson. Þannig að þessi þeirri valið. Já, þessi verður tekist vel. Listasafnið heldur sýningar í sal sínum við Grensásveg. Þar einmitt verið að setja upp sýningu málarans Gunnars Arnars Gunnarssonar. Já, ég ætla að segja ykkur frá því að annað... Menningar- og fræðslusamband Alþýðu, MFA, var stofnað 1969. Meðal verkefna þess útgáfa á fræðsluefni réttindi launafólks. Tryggvi Þór Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri MFA, skýrir á vinnufundi frá hefti vinnurétt sem að koma út. Að við myndum hafa sömu kápu, bara annan lit, en það verið tekið fram á kápunni að nánar innihaldið. Það þættir og vinnurétti 2
lög og samningar. Og hvað er aðalega sér í þessu eftir? Það eru réttindi fólks varðandi veikindi og slys. Það er ýmislegt varðandi frídaga, það er ýmislegt varðandi til dæmis gjaldþrot og ríkisábyrgð vegna gjaldþrota. Á vegum MFA starfar sögusafn verkalýðshreyfingarinnar. Þar er að finna heimildir fyrstu verkalýðsfélögin á Íslandi og stofnun Alþýðusambands Íslands árið 1916. Þetta handrit er talið frásögn Ottós N. Þorlákssonar, fyrsta forseta Alþýðusambandsins, af starfi verkalýðsfélaga síðustu aldamót. Það er mjög þægileg stærð, svona milli 15 og 20 manna hópur. MFA heldur ýmiss konar námskeið fyrir félagsmenn verkalýðsfélagana í samstarfi við félögin. Hér eru Tryggvi Þór og Guðlaug Birgisdóttir, verkalýðsfélagi Akranes, að ræða væntanlegt námskeið fyrir iðnverkafólk á Akranesi. Út úr svona helgar námskeiði. Þetta er alls ströng kyrrsla. Meðal námsefnis er trúnaðarmaður á vinnustað, vinnuréttur, saga íslenskrar verkalýðshreyfingar, framsögn, ræðumennska og fleira. Félagsmálaskóli Alþýðu var stofnaður 1975. Við lítum inn í kennslustund þar sem Lára Vaff Júlíusdóttir er að segja frá vinnulöggjöfinni. Í öðrum kafla vinnulöggjafarinnar, en það má segja sem skilgreiningu að verkfall sé þegar hópur launþega með aðild stéttarfélags binst samtökum að leggja niður venjuleg störf sín að einhverju eða öllu leyti í því skyni að ná tilteknu sameiginlegu markmiði. Það eru sams konar reglur sem að gilda verkbann eins og verkfall. Það er að segja, verkbann er aðgerð sem félag atvinnurekenda og einstakir atvinnurekendur stofna til í sama tilgangi. Störfin eru ólík og aðstæðurnar misjafnar. En Alþýðusambandið berst fyrir sameiginlegum hagsmunum launafólks og það takmarkar ekki starf sitt við efnalega hagsmuni, heldur berst fyrir lífsskoðun verkalýðsstéttarinnar. En velferð hennar er meðal annars fólgin í því að Ísland sé fullvalda ríki. Þess vegna vill Alþýðusambandið leggja sitt af mörkum í baráttu íslensku þjóðarinnar fyrir sjálfstæði hennar. Því berst Alþýðusambandið fyrir því að Íslendingar ráði auðlindum sínum sjálfur og gegn áhrifum erlendra auðhringa á íslenskt atvinnulíf. Ýmsar réttarbætur verkafólks hafa fengist með baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Nú á allt vinnandi fólk rétt á 5 vikna orlofi. Ellilífeyrir greiðist til þeirra sem náð hafa 67 ára aldri og almennu lífeyrissjóðurnir greiða lífeyri til þeirra sem eru 70 ára og eldri. Launafólk á rétt á launum í veikinda- og slysaforföllum og standi veikindi lengur en réttur til launa taka við greiðslur frá sjúkrasamlagi og sjúkrasjóði verkalýðsfélagsins. Foreldrar eiga rétt á fæðingarorlofi og allir eiga rétt á atvinnuleysisbótum í 180 daga á ári. Byggðar hafa verið íbúðir á félagslegum grundvelli og hefur það auðveldað launafólki að eignast eigið húsnæði. Við hverja samninga nást aukin réttindi sem þoka kjörum launafólks fram á við. En þessi réttindi kom ekki af sjálfu sér og það er auðvelt að glata þeim ef launafólk heldur ekki vöku sinni. Alþýðusambandið er í raun hreyfing, hugsjónarhreyfing. Það berst fyrir öflugu starfi verkalýðsfélagana, bættum kjörum launafólks og það vill vernda rétt þeirra. Það vill koma á lýðræði í atvinnulífinu, auka áhrif verkafólks, ekki síst á eigin vinnustað. Lýðræði í atvinnulífinu er skilyrði fyrir þróun atvinnuvegana, því með auknum áhrifum verkafólksins nýtast hæfileikar þess, þekking og atgervi best. Atvinnulýðræði er einnig þáttur þess efnahagslega lýðræðis sem verkalýðshreyfingin hefur að markmiði. Alþýðusambandið lítur á það sem sjálfsagt réttlætismál að þeim auði sem myndast að daglegri vinnufólks sé ráðstafað af því sjálfu, með áhrifum í fyrirtækjum eða gegnum lýðræðislegar valdastofnanir þjóðfélagsins. Baráttan fyrir þessu markmiði er ekki háð einungis af forystu Alþýðusambandsins. Hún hvílir á óbreyttum félögum þess og áhuga þeirra til að leggja lið baráttunni fyrir eigin kjörum og réttindum. Alþýðusambandið er tæki félagana og í 70 ára sögu þess höfum við séð árangur af starfinu. Árangurinn er fólginn í réttindum sem voru óþekkt fyrir nokkrum áratugum. Nú leiðum við ekki hugan að þeim, svo sjálfsögð eru þau.
Sú staðreynd sýnir okkur nauðsyn þess að halda starfinu áfram.